Gunni, þetta flottur sigur í gær. Hvernig bara leiðir í bardaganum? Bara frá svona, hvernig varst það upplegað að vera þarna inni? Mér leiði bara mjög vel. Ég var bara mjög ferskur fyrir bardagann. Þetta var eitthvað besta kött sem ég átt. Ekki það, það sé eitthvað erfitt kött fyrir mig yfir höfuð, en þetta var bara besta svona tilfinning sem ég fengi bara svona eftir köttið. Það var líka partur af því var náttúrulega að við vigtuðum inn bara morguninn og þú veist, þannig að maður vaknaði, tók baðið og fór beint að vigta og síðan gæti maður beint byrja að rehydrata sig. Það var mjög næs. Og síðan bara í uppbytunum leið mér mjög vel. Lappinn í bardagann og bara, já, í raun allan bardagann þar sem ég bara vera frekar ferskur. Þú talar það eitthvað fyrir að þú ætlar að taka sem minnsta uppbytun eða ekki mjög miklu uppbytun. Gerðirðu það og hvernig fannst þér hvernig fannst þér munurinn vera þegar þú varst komin hérna inn? Já, sko, við tókum ekki miklu uppbytun, en kannski aðeins meira en ég hefði ætlað út af því að við byrjuðum kannski aðeins að snemma að hita upp, fannst mér. Það mögulega, þú veist. Það kannski geta að byrja bara aðeins seinna og þá var hún orðið aðeins styttri, en þú veist, út af því að seinast í bardaginn fór náttúrulega Decision og þessi tveir bardaginn á undan mér voru báðir Decision, nei, ekki, hann klárast í þriðjulótu hérna Brad Pickett. Á undan því var Decision og hinn var í þriðjulótu, þannig að þú veist, það var alveg, já, tveir langir bardagar undan. Já, en uppbytunin var bara mjög góð, sko. Og já, gaman líka að vera með minni hanska. Og já, mér leið bara mjög vel í bardaganum. Mér finnst það hefnaðist vel, sko. Og þegar þú náður giljotinuna, varstu bara alveg með þetta 100% þétt og bara að slíta hausinn á honum? Já, þetta bara, ég hefði ekki getað verið þéttara, sko. Það var ekki að leiðin í neitt, sko. Höndin var alveg komin, þú veist, höndin sem var á hálsinum á hann var alveg komin upp fyrir. Þessi var alveg komin hérna. Þannig að, fyrir utan að hann var ekki á öllum sílendrunum á þeim tíma, sko. Akkurat. Hann náði að sparka nokkru sinnum í svona með lágspörkunum í lærin. Var það eitthvað sem þú fannst fyrir eða? Já, hann náði einu góðu í innanvert lærið. Og finnur eitthvað fyrir í dag eða? Já, ég finn þess fyrir því sérstaklega í labbanum stigann. En, þú veist, ekkert alvarlegt, sko. Annars skrokkurinn bara í góðu lagi? Já, annars ég bara TikTok. Þið djúpun voru eitthvað að spjalla eftir bardagann og hvað var það svona spjallum á barnum? Við ræddum aðeins bardagann bara eitthvað og þú veist, það var eitthvað að tala aðeins eitthvað strategíuna sem þeir eru haft á móti mér og þú veist bara hvernig hann upplifði, þú veist, bardagann og finishið og eitthvað svona. Það var alveg gaman. Ég hef einhvern veginn aldrei tekið svona spjall við neitt andstæðing áður, sko. Það var svona frekar bara svona hreinskilið og basic, sko. Það var alveg smá gaman að fá svona hans sýn á, þú veist, dæmið allt, sko. Bara, þú veist, í rauninni sama bardaga ég var upplegað nema frá hans sjónarhorni, sko. Það var alveg áhugavert, sko. Og hvaða strategi var hann með í rauninni? Hann talaði náttúrulega þegar hann var með karate-gæja að æfa með sér með hans Lyoto og síðan einn annan gæja sem orthodox sem ég man ekki hvað heitir, sko. Shinzo bróður hans eða? Hæ? Shinzo bróður hans? Getur þið, Masahito bróður. Já, ok, já. Hann orthodox, sko. Já. Og já, þeir náttúrulega ætlaði að halda þessu standandi og hérna, hann sagði þeir hafa hort mikið á Brandon Thatts bardagann, sko. Passa blitzið og passa að ég myndi ekki ná honum í transition. Þú veist, þegar hann að skipta um stöður, þú veist, það var svona tíminn þar sem ég myndi sækja inn þegar hann að færa sig og ekki tilbúinn að slá eða og já, síðan var náttúrulega aðeins mikið eitthvað við búrið held ég að defense, sko. Já, ég man ekki nákvæmlega detaila, sko. Og síðan líka bara var hann að tala þú veist, hvernig hann upplifði þegar hann var sleginn, fannst þess að hann væri svona að fara að recovera þá var hann
kominn inn í, þú veist, giltínið og akkurat einhvern veginn andaði frá sér, þannig að hann þurfti bara að tappa leið, sagði hann. Þú veist, þannig að bara var ekki með neitt súrefni eftir. Og ja, þú vilt taka allan að 2 bardaga í viðbót þessu ári, mögulega berjast eitthvað í sumar og ja, þú kannski ekkert mikið fyrir að kalla út einhver andstæðinga en svona, einhver sem líst best á af þessum Dong Hyun Kim, Neil Magny, Stephen Thompson? Nei, í raun ekki, ég bara, þú veist, já, bara einhver af þeim, sko. Já, það væri gaman að berjast örugglega við Thompson, sko. En þú veist, já, þess að segja, ég held að það sé allt góði gæjar og ég er bara klár og fókusera bara á mig, sko. Og að lokum, var fagnað vel eftir bardagann í gær? Já, ég tók ágætlega á því, sko. Fór út með félagum mínum og kom heim síðumorgun. Það er vel gert. Takk fyrir tímann og til hamingju með sigurinn. Takk.